Svo bar við, Jesús var á staðinum að biðjast fyrir, að einn lærisvein hans sagði við hann þá hann lauk bæn sinni: Drottinn, kenndi okkur að biðja eins og Jóhannes kenndi lærisveinum sínum. En hann sagði við þá: Þegar þér biðjist fyrir, þá segið: Faðir, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Gef oss hvern dag vort daglegt brauð. Fyrirgef oss vorar syndir, enda fyrirgefum vér öllum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni. Og Jesús sagði við þá: Nú á einhver yðar vin og fer til hans miðnætti og segir við hann: Vinur, lánaðu mér 3 brauð, því að vinur minn kominn til mín úr ferð og ég hef ekkert að bera á borð fyrir hann. Mundi hinn þá svara inni: Gerð mér ekki ónæði. Það búið að loka dyrum og börn mín og ég komin í rúmið. Ég get ekki farið á fætur að fá þér brauð. Ég segi yður, þótt hann fari ekki á fætur og fá honum brauð vegna vinfengis þeirra, þá fer hann samt fram úr, sakir áleitni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Og ég segi yður, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna, kníið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upp lokið verða. Nokkur sá faðir yðar á meðal sem gæfi barni sínu höggorm ef það biður fisk, eða sporðdreka ef það biður egg? Fyrst þér sem eruð vondir hafi vit á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðja hann. Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andinn var farin út, tók málleysinginn að mæla og undraðist mannfjöldinn. En sumir þeirra sögðu: Með fulltingi Beelzebúls, höfðingja illra anda, rekur hann út illu andana. En aðrir vildu freista hans og kröfðu hann tákn af himni. En Jesús vissi hugrenninga þeirra og sagði: Hvert það ríki sem sjálfu sér sundur þykkt, leggst í auðn og hús fellur á hús. Sé nú Satan sjálfum sér sundur þykkur, hvernig fær ríki hans þá staðist? Fyrst þér segið að ég reki illu andana út með fulltingi Beelzebúls. En reki ég illu andana út með fulltingi Beelzebúls, með hverju reka þá yðarmenn þá út? Hví skulu þeir vera dómarar yðar? En ef ég rek illu andana út með fingri Guðs, þá Guðs ríki þegar yfir yður komið. Þegar sterkur maður, alvopnaður, varðveitir hús sitt, þá allt í friði sem hann á. En ráðist annar honum sterkari á hann og sigri hann, tekur sá alvæpni hans hann treysti á og skiptir herfanginu. Hver sem ekki með mér á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þegar óhreinn andi fer út af manni, reikar hann eyðihrjóstur og leitar hælis. Og hann finnur það ekki, segir hann: Ég vil hverfa aftur í hús mitt þaðan sem ég fór. Og hann kemur og finnur það sópað og prýtt, fer hann og tekur með sér 7 aðra anda sér verri, og þeir fara inn og setjast þar að, og verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður. Jesús mælti þetta, hóf kona ein í mannfjöldanum upp rödd sína og sagði við hann:
Sæll sá kviður þig bar, og þau brjóst þú miltir. Jesús svaraði, já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Þegar fólk þyrptist þar að, tók Jesús svo til orða. Þessi kynslóð vond kynslóð. Hún heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Því Jónas varð Nínivemönnum tákn og eins mun mannssonurinn verða þessari kynslóð. Drottning Suðurlanda mun rísa upp í dóminum ásamt mönnum þessarar kynslóðar og sakfella þá, því að hún kom frá endimörkum jarðar að heyra speki Salómons, og hér meira en Salómon. Nínivemenn munu koma fram í dóminum ásamt kynslóð þessari og sakfella hana, því að þeir tóku sinnaskiptum við prédikun Jónasar, og hér meira en Jónas. En sagði Jesús, enginn kveikir ljós og setur það í felur né undir mæliker, heldur á ljósastiku, svo að þeir sem innkoma sjái ljósið. Augað þitt lampi líkamanns. Þegar augað þitt heilt, þá og allur líkami þinn bjartur, en sé það spillt, þá og líkami þinn dimmur. Gæt því þess að ljósið í þér sé ekki myrkur. Sé því líkami þinn allur bjartur og hvergi myrkur í honum, verður hann allur í birtu eins og þegar lampi lýsir á þig með loga sínum. Þá Jesús hafði þetta mælt, bauð farisei nokkur honum til dagverðar hjá sér. Jesús kom og settist til borðs. Fariseiinn sá að hann þvoði ekki hendur sínar á undan máltíðinni og furðaði hann á því. Drottinn sagði þá við hann, þér fariseiar, þér hreinsið bikarinn og fatið utan, en hið innra þér fullir yfirgangs og illsku. Þér heimskingjar, hefur sá sem gerði hið ytra ekki einnig gert hið innra. En gefið fátækum það sem í látið, og þá allt yður hreint. En vei yður þér fariseiar, þér gjaldið 10 af myntu og rúðu og allskyns matjurtum, en hirðið ekki réttlætið og kærleikan til Guðs. Þetta ber að gera og hitt eigi ógert að láta. Vei yður þér fariseiar, yður ljúft að skipa æðsta bekk í samkundum og láta heilsa yður á torgum. Vei yður, því þér eruð eins og duldar grafir sem menn ganga yfir án þess að vita. Þá tók lögvitringur einn til orða. Meistari, þú meiðir okkur líka með því sem þú segir. En Jesús mælti, vei yður líka þér lögvitringar. Þér leggið á menn lítt bærar byrðar og sjálfir snertið ekki byrðarnar einum fingri. Vei yður, þér hlaðið upp grafir spámannanna sem feður yðar líflétu. Þannig berið þér vitni athafnir feðra yðar og samþykkið þær. Þeir líflétu þá, en þér hlaðið upp grafirnar. Þess vegna hefur og speki Guðs sagt, ég mun senda þeim spámenn og postula og suma þeirra munu þeir lífláta og ofsækja. Þannig verður kynslóð þessi krafin blóð allra spámannanna útelt hefur verið frá grundvöllun heims. Frá blóði Abels til blóð Sakaría sem drepinn var milli altarisins og musterisins. Já, segi ég yður,
Þessi kynslóð verður látin gjalda fyrir það. Vei yður þér lögvedringar, þér hafið hrifsað til yðar lykil viskunnar. Sjálfir hafið þér ekki gengið inn og þeim hafið þér varnað sem inn vildu ganga. Og Jesús var farinn út þaðan, tóku fræðimenn og farisegar að ganga hart að honum og spurja hann í þaula margt og sitja að veiða eitthvað af vörum hans.